Nú hafið 16 daga átak gegn kynbundnu ofbeldi og þetta árlegur viðburður eða árlegt átak. Hvað geturðu sagt mér þetta svona lauslega? 16 daga átakið, þetta árlegt alþjóðlegt átak sem rekja má allt til ársins 1991 og átakið hefst 25. nóvember og því lýkur á alþjóðlegum baráttudegi gegn ofbeldi gegn konum og því lýkur 10. desember á alþjóðlega mannréttindadeginum. Og dagsetningarnar eru tengdar saman á táknrænan hátt þannig að það verður að tengja þá mannréttindi og kynbundið ofbeldi saman og vekja athygli á því að kynbundið ofbeldi mannréttindabrot. Og hér á Akureyri hefur Jafnréttisstofa undanfarin ár í samstarfi við Akureyrarbæ, Aflið, Amtsbókasafnið, Sontaklubbana 2 hérna á Akureyri og fleiri frjáls félagasamtök komið að skipulagningu og framkvæmd átaksins. Og það svona hefð fyrir því hér á Akureyri að hefja átakið með ljósagöngu og þá gengið frá Akureyrarkirkju með kyndla niður að Ráðhústorgi og þar tekur göngufólk höndum saman og hugleiðir í nafni friðar. Og í ár var auk þess sungið í nafni friðar, virkilega eða bara yndislega fallegu texti eftir Jónbjörgu Sesselju Eyjólfsdóttur sem hún samdi við þekkt þýskt Eurovision lag. Og á morgun verður svo málþing ofbeldi í nánum samböndum, heimilisofbeldi og kynferðisofbeldi og afleiðingar þess á landsbyggðunum. Og þar erum við að kalla saman sveitarfélög og ríki og sveitarfélög og frjáls félagasamtök og skapa umræðugrundvöll það hvernig við getum staðið okkur betur gagnvart landsbyggðinni þegar kemur að ofbeldismálum. Við munum fá Eygló Harðardóttir félags- og húsnæðisráðherra munum koma hérna til okkar og tala skyldur ríkisins þegar kemur að kynbundnu ofbeldi. Guðrún Ögmundsdóttir kemur frá innanríkisráðuneytinu. Við verðum með sveitarstjórann í Norðurþingi, þar talar hann skyldur sveitarfélaga þegar kemur að kynbundnu ofbeldi. Nýráðin sálfræðingur við sjúkrahúsið á Akureyri, Karen heitir hún. Lögreglustjórann Höllu Bergþóru Björnsdóttur, þau munu ræða málin og svo verður talskonur Aflsins og Sólstafa á Ísafirði, Aflsins og Akureyrar og Sólstafa á Ísafirði. Og svo kemur Kristján Már sálfræðingur Reynismanna, hann með kallar til ábyrgðar, þá talar hann hvernig við getum aðstoða gerendur í þessum málum. Og þannig að það heilmikil dagskrá í gangi á morgun á málþinginu. Og svo langar mig að vekja athygli á því að loknu málþingi þá stendur Aflið fyrir opna húsi á Brekkugötu 34 þar sem að boðið verður upp á súpu og brauð og kynningu á starfi Aflsins. Eins og segir þá þetta alþjóðlegt átak en það hefur myndast svona rík hefð fyrir þessu hérna á Akureyri og eru bæjarbúar hér og í nærsveitum ekki frekar duglegir að taka þátt? Hvernig það? Við vorum að þessu hefðum viljað sjá fleiri í ljósagöngunni núna að þessu sinni, það voru bara 30 manns, það hafa oft verið fleiri og það hafa verið til dæmis að hafa skólarnir verið duglegir að taka þátt, menntaskólinn og verkmenntaskólinn. En það var óvenju fámenn gangan í ár. En ráðstefnan eða málþingi sem verður á morgun það eru 70 skráðir þátttakendur sem verða á staðnum og svo erum við með 10 eða 15 skráðar sem ætla að hlusta á málþingi gegnum netið. En við ætlum að reyna að gera tilraun með það að senda málþingi út á netið því við erum að fjalla um ofbeldi á landsbyggðunum. En eins og til dæmis með þetta ofbeldi á landsbyggðunum, það þema þessa árs og þetta yfirleitt svona takið eitthvað fyrir á hverju ári? Hvernig því háttað? Við höfum verið, þemað hefur verið heimsfriður og heimilisfriður. Og það bara svona gegnum gangandi gegnum öll árin alltaf? Já, ég geti sagt það. Það sé svona þó að við séum að horfa heim og séum að leggja áherslu kannski á þetta á landsbyggðina á málþinginu á morgun. Þá erum við líka að skoða náttúrulega heimsfriðinn og á Amtsbókasafninu verður dagskrán í lok átaksins 10. desember þar sem við komum saman í nafni friðar og það verður kynning á komu flóttamanna til Akureyrar og ég hvet bara bæjarbúa til að fjölmenna á Amtsbókasafninu þessa samverustund og sýna samstöðu með flóttafólki sem að koma til Akureyrar.
Hefur landsbyggðin að þínum mati orðið svona pínlítið út úr kannski í þessari umræðu? Er mikil þörf á því að ræða þetta með svona landsbyggðina í huga? Já, sko, við höfum náttúrulega að sjá það að við höfum ekkert sama aðgengi kannski fólk át á landsbyggðinni þegar kemur að kynbundnu ofbeldi eins og kynferðisofbeldi eða heimilisofbeldi. Þá er sem sagt kvennaathvarfið náttúrulega í Reykjavík og konur þurfa þá jafnvel að sækja það utan á landi. Það er engin aðstæða hér til að taka á móti nema það sem aflið hefur náttúrulega verið með þröngan kost að gera það sem að það getur til að aðstoða þá sem þolendur í þessu máli. Og við sjáum náttúrulega líka að konur af erlendum uppruna eiga oft undir högg að sækja og mér langar svolítið að vekja athygli á því að við höfum verið að gefa út bækling hér á Jafnréttisstofu sem heitir Réttur þinn og hann er sérstaklega hugsaður fyrir konur af erlendum uppruna. Hann er gefinn út á 7 tungumálum. Í opnum bæklingsins þá er öðrum megin erlenda tungumálið og hinum megin íslenska tungumálið. Og þannig að hann hefur líka ekki bara verið þá að kynna erlendum konur rétt sinn heldur hefur hann líka verið notaður í íslenskukennslu. Og þennan bækling er hægt að panta hjá okkur. En það er búið að vera rosalega mikil umræða hérna á Íslandi kynbundið ofbeldi núna og nauðganir og annað. Og þetta er kannski á einhverjum suðupunkti núna. Það er bara mjög jákvætt að þessi mál er að koma meira í umræðinu og mikil þörf að málin séu rædd sem þessi ekki þöggu niður. Og það má kannski segja frá því að í fyrra, á 16. átakinu á Akureyri í fyrra, þá stóð Jafnréttisstofa fyrir ásamt samstarfsteymi gegn heimilisofbeldi fyrir námskeið hér á Akureyri fyrir alla þá sem koma að og vinna með heimilisofbeldi. Og það var þá félagsþjónustan, lögreglan, sveitarfélögin og heilsugæslan. Og í framhaldi var skrifað undir samstarfssamningur hér á Akureyri 1. mars á þessu ári. Þar sem lögreglan og sveitarfélagið hér á Akureyri tekur höndum saman og ætlar að vinna að því að nýjum verklagsreglum vinna saman að því vinna gegn heimilisofbeldi. En á þessu ári þá hélt Jafnréttisstofa ásamt samstarfsteyminu gegn heimilisofbeldi samskonar námskeið á Eskifirði, Borgarfirði, Ísafirði, Selfossi og Vestmannaeyjum. Og þessi mál er að komast á mikla hreyfingu og þá erum við að horfa til Suðurnesjamódelsins þar sem lögreglan og félagsþjónustan og sveitarfélagið hefur unnið gífurlega gott brautryðjendastarf þar sem heimilisofbeldi dregið fram og það sem hefur komið fram til dæmis á þessum námskeiðum hjá honum Jóhannesi Jensinni lögreglumanni þegar hann er að segja frá því að þessi brot heimilisofbeldismál voru bara rangt skráð í kerfinu og þegar það var gert átak innan lögreglunar skráði rétt þá verður svona gríðarleg aukning á heimilisofbeldi og það er náttúrulega ekki vegna þess að það hafi orðið aukning á heimilisofbeldi heldur var farið að horfa á það sem bara brotamál eða semst innan lögreglunar þetta var skráð þá rétt innan lögreglunar og þá náttúrulega vöknum við til vitundar það að við verðum að draga þessi mál upp á yfirborðið og eins með nauðgunardómana og nauðgunar fá framgang innan kerfisins. Ein spurning að lokum, nú eru jólin á næsta leyti. Er það ekki rétt að til dæmis heimilisofbeldi og svona getur oft aukist í tengslum við svona Jólin er oft erfiður tímið mitt í tengslum við kynbundið ofbeldi og bara heimilisofbeldi. Og það er svo mikilvægt kannski að við gerum okkur grein fyrir því sem borgarar sem bara íbúar í þessu landi að það er okkar skylda líka að láta vita, tilkynna svona mál, láta vita til dæmis til barnaverndar ef við höfum grun að barn búi við heimilisofbeldi. Því það er náttúrulega rannsóknir sýna að barn sem býr við heimilisofbeldi það er líkt á að búa við stríðsástand. Þannig að þetta er ábyrgð okkar sem hins almenna borgara er mjög rík. Fólki finnst það kannski ofta vera eitthvað að skipta sér af eða þetta kemur ekki við en þetta kemur okkur öllum við og það er kannski það sem er svo mikilvægt að við draugum upp á yfirborðið að okkur kemur þetta öllum við. Og bara láta vita. Og láta vita.